Gott fólk, verið velkomin í þátt númer 145. Það hlaðvarpið Heimsendir sem heilsar hér frá miðbæ Reykjavíkur. Við erum í Hafnarhás sem deili skrifstofu, rými og stemmingsmaskína. Og hér fyrir aftan mig höfnin í Reykjavík og vantarlega einhverjar stjörnur, Esjan kannski í fjarska og norðurljós. Ok, þátturinn í dag ber heitið Fjármálaráðgjöf 2025 / Get Rich Quick. Vissulega þetta ekki fjármálaráðgjöf, maður á víst að taka það fram, en engu að síður þá má ímynda sér fjármálaráðgjöf út úr þessum þætti. Það sem ég að fara að segja hér gæti í öðrum heimi eða öðru lífi nýst sem fjármálaráðgjöf, en þetta eru bara mínar vangaveltur. Jæja. Ok, þetta svona bara svolítið blaður þáttur. Ég einn hérna náttúrulega eðlilega og að fara að segja ykkur svona bara alltaf létta hvað varðar mína sýn á fjármál og sparnað og fjárfestingar. Ég sem 31 árs karlmaður á Íslandi í dag að gera þetta við peningana mína og býst við þessari ávöxtun, býst við þessari framtíð út úr því. Þannig að við getum hérna í sameiningu farið svolítið yfir þetta. Hvað gott að gera? Á maður að kaupa í Amarok? Þið vitið, á maður að kaupa hlutabréf? Á maður að fara í Bitcoin? Á maður að kaupa sér 3 íbúðir? Eða á maður kannski að kaupa sér málverk? Þetta og fleira verður í þættinum. Byrjum samt á nokkrum punktum. Punktur númer 1. Trump vill kaupa Grænland. Ég veit ekki hvort að þetta hafi farið fram hjá nokkrum einasta manni á Íslandi. Þetta var stórfrétt og náttúrulega vakti mikla athygli í Evrópu sem og annars staðar í heiminum. En fyrir fólk sem veit hver Donald Trump þá veit það að hann mjög vanur að slengja fram svona fullyrðingum eða svona sleggjum, svona stórum vangaveltum og fá umræðuna af stað annars vegar og setja einhvern veginn nýjan standard hins vegar. Það að segja, kannski vill Donald Trump alls ekkert kaupa Grænland og kannski hann algjörlega meðvitaður að það ekki hægt að kaupa Grænland. Hins vegar, með því að segjast ætla að kaupa Grænland, þá hann kannski að svona, hvað segir maður, búa sig undir ákveðnar samningaviðræður við Danmörku eða Grænland aukin umsvif, aukna námuvinnslu bandarískra fyrirtækja, aukin hernaðarumsvif, kannski nýja herstöð. Þannig að nú getur Donald Trump komið að samningaborðinu og sagt, hörru, ég ætla að fá hérna þennan hluta af Grænlandi bara fyrir bandarísk námufyrirtæki, svo ætla ég líka að fá að byggja hérna sjóhershöfn hérna á Suður-Grænlandi og aðra hérna radarstöð hérna á Norður-Grænlandi. Og þá segja Danir og Grænlendingar ok, ekkert mál, svo lengi sem þú kaupir ekki Grænland, þá máttu bara gera það sem vilt. Þannig að það búið að setja nýjan standard og þetta nákvæmlega sama hann gerir með NATO. Hann segir, hörðu, Evrópa, Þýskaland og fleiri, ef að þið setið ekki 2% af GDP sem verg landsframleiðsla í varnir, þá ætla ég að draga Bandaríkin úr NATO. Að öllu líkindum ætlar hann ekkert að draga Bandaríkin úr NATO, en þetta setur pressuna á Evrópu að fara að hervæðast og viti menn það að gerast. Þannig að þetta svona ákveðin tækni. Af þessu sögðu þá ég ekki rosalega hrifinn af Trump, skilur. Ég vil meina að hann sé ekki best til þess fallinn að bjarga heiminum, en þetta bara svona, þú veist, það þetta að lesa svona í strategíuna og tæknina hans, sko. Ok, næsti punktur, talandi Grænland. Rússland og Kína vinna að nýjum siglingarleiðum Norður Íshaf. Nú náttúrulega Norður Íshaf að verða bara Norðurhaf. Ísinn að hverfa. Auðvitað mun það taka einhver ári viðbót, áratugi líklegast. En þá opnast möguleikar á siglingarleiðum, þannig að þú þurfir ekki að sigla frá Kína til Evrópu
Suez skurð eða Stórhöfða eða hvað hann heitir hérna syðst á Suður Afríku, heldur getur bara siglt yfir Norður Íshaf, styttir leið, bara bím bara búm, mættur til Evrópu. Og þú veist, Kanada og Bandaríkin og Rússland og Kína og fleiri þjóðir, Noregur, að keppast við að svona byggja upp einhvers konar innviði, hernaðar innviði, samgöngu innviði, radarstöðvar og annað slíkt, til að taka þátt í þessu nýja gullæði eða svona nýja kapphlaupi á Norðurpólinn. En þegar ég les greiningar á þessu, þá segja greinendur hold your horses, svo við slettum aftur, þú veist, jafnvel þó að ísinn hverfi, þá þetta ekkert góð siglingaleið. Þú veist, hvað varðar að fylgjast með skipunum, mjög erfitt. Það er ekki komnir þessir radar innviðir og gervihnatta innviðir sem þarf til að fylgjast með skipum sem sigla Norður Íshaf. Ok, og hvað gerist ef eitthvað gerist? Já, þá þarf að fara að bjarga þeim, en hvernig vitum við að það þurfa að fara að bjarga þeim ef það er ekki hægt að fylgjast með þeim? Og hver ætlar að fara að bjarga þeim? Eru björgunarsveitir staðsettar við Norður Íshaf? Ekki mikið, alls ekki mikið og við aðrar siglingaleiðir sem eru miklu fjölfarnari. Er besta veður í heimi Norður Íshaf? Er besta veður í heimi á Norður Íshafi? Nei, það er líklega eitt versta veður í heimi. Þannig að jafnvel þó sko ísinn fari, þá er samt, þú veist, þá þetta samt mjög slæm siglingaleið. Þannig að þú getur sparað kannski 1 viku en skipið ferst, mögulega. Þannig að eftir því sem ég best veit þá má vissulega skoða möguleika í Norður Íshafi og náttúrulega vonandi bara að Norður Íshaf hverfi ekki, þið veitir, að ísinn hverfi ekki, en það má skoða möguleika þarna, en það er ekkert að fara sko breyta mikilvægi annarra siglingarleiða sem verða áfram mikilvægastar, þú veist. Ok, punktur 3. Suður Kórea er dystopía. Hvað á ég við með því? Ég á við með því að það er sko, fólk fattar ekki hvað Suður Kórea er, hvað getur maður sagt? Suður Kórea er land þar sem líklega helmingur efnahagsins er byggður upp á 10 fjölskyldufyrirtækjum sem eru svo stór að þau hafa hreðjatak á ríkisstjórninni, þjóðinni, þú veist, öllu landinu. Það eru kannski 10 stórar fjölskyldur sem eiga stærstu fyrirtækin Samsung og Hyundai og allt þetta og ráða bara yfir öllu, ráða bara landinu, og ef að það kemur upp skandall þar sem að forstjórinn var að misnota einhverja undirmenn sína, þá er því bara sópað undir teppið, þú veist, ef það kemur skandall þar sem að ferja full af skólakrökkum ferst og skipstjórinn bjargast og áhöfnin bjargast en 400 börn deyja og drukna og enda á hafsbotni af því að ferjan var allt of þung til að vera að sigla, og ástæðan fyrir því að hún var alltaf þung til að vera að sigla er að því að gaurinn sem átti ferjuna, sem er líka einhver svona forstjóri í einhverju risastóri fjölskyldu samsteypu, hann vildi hafa enga listasafnið sitt steypt inn í ferjuna, þannig að það þyngdi ferjuna þú veist, 50%, skilur, þetta er bara eitthvað alls konar svona rugl, og landhelgisgæslan brást ekki við af því að það er búið að múta henni til að gera hitt, og þetta er allt bara svona spillingar vefur og stórfjölskyldur sem ráða öllu og pólitíkusannir, ef að þeir eru ekki spiltir sjálfir, eins og við sjáum bara núna daginn, forsetinn handtekinn af einhverjum 1000 lögreglumönnum af því að hann var, þú veist, búin að lýsa yfir herlögreglu eða martial law eða hvað það heitir, þú veist, þetta er bara allt eitthvað svona, og maður horfið til Suður Kóreu sem er samt þetta tækni undur og þetta efnahags kraftaverk sem framleiðir frábæra síma og sjónvörp og bíla og geggjaður matur og skemmtilegt fólk og Squid Game og Parasite og allir, K-pop, allt þetta dót geggjað, menningin geggjuð, elska Suður Kóreu, en undir niðri er
eitthvað mjög rotið í hagkerfinu og hvernig efnahagurinn er byggður upp. Þess vegna segi ég Suður-Kórea er dystopía og þess vegna segi ég líka, tengjum þetta inn í næsta punkt. Ég var að horfa á Squid Game 2, þar kom upp upphæðin 24 miljón won, sem er eitthvað, spoiler alert, það var hann að upphæðin svo gast unnið eftir fyrsta leikinn. Ef þú varst ekki dritaður niður í fyrsta leiknum í Squid Game 2, þá gastu hætt í leiknum og unnið 24 miljón won. Og gjaldmiðlinn er náttúrulega svo uppsprengtur að 24 miljón won eru kannski bara 2 milljónir króna. Sem er þá kannski bara 15.000 dólarar eða eitthvað henni. Sem er ekki rosalega mikið, sko. Ok, þannig að Suður-Kórea er dystopía. Sko, þetta er náttúrulega bara sagt í smá gríni, þú veist. Ég meina, Japan er dystopía, það er margt alveg mjög funky í gangi í Japan. Kína er dystopía, það er margt mjög skrítið í gangi í Kína. Bandaríkin eru dystopía, það er margt, þú veist, skilur við, það er þetta að telja endalaust. En Suður-Kórea, áhugavert, svolítið sérstætt land. Ok. Nú skulum við fara í málmáluna fjármálaráðgjöf 2025, samt ekki fjármálaráðgjöf.